Já, heil og sæl og velkomin í að vestan. Í kvöld ætlum við að fara í Snæfellsbæ þar sem Jennetta gefur fallega gjöf til bæjarins. Við hittum stráka í slökkviliðinu Grundarfirði sem keyptu nýverið tankbíl. Þaðan lengur leið okkar í Dalabyggð og við kynnumst vindmyllubændum þar. En byrjum á honum sumarliða í Stykkishólmi. Hann ætlar að fræða okkur allt sem við kemur kryddi. Það kryddar svo sannarlega tilveruna að spjalla við sumarliða í Stykkishólmi. Ekki verra að spjallið sé einmitt krydd. Sumarliði ástríðufullur matreiðslumaður með áhuga á íslensku hráefni og kryddi. Því krydd ekki það sama á krydd. Þar lærðu við í þessari heimsókn. Sumarliði, þú ert nýkomin frá Indlandi. Já. Þar sem þú varst að upplifa alls konar. En þú ert svo mikill krydd áhugamaður. Hérna sjáum við einna best munin. Hérna eru tvær kardamómur, fyrsta flokks. Mikið af fræjunum í sem bragðið af. Já, sem eru innan í kardamómunum, já. Já. Og þetta kaupi ég hérna í þessari ferð. Þessar tvær tegundir keyptar heima á Íslandi. Það eru náttúrulega áberandi. Eru það sko þurrari eða eitthvað því það eru svona dekkri? Já, eða bara eru lakara gæðum í upphafi. Og lyktin sko rosalegur, það er rosalegur munur á gæðum. Já, það er nefnilega, og ef þú tekur svona krydd, sem sagt, ef þú tekur þessi fersku krydd, að þá er mikill munur á því og því sem er pakkað í staukana hérna heima, þó að það sé margt gott. Já, það sem við erum að fá hérna pakkað í staukana er náttúrulega töluvert eldra, að það er búið að flytja þetta langan veg, þetta lendir í pökkunarhúsum í Evrópu og svo er þetta pakkað jafnvel fyrir okkur og flutninga heim, þannig að þetta er orðið mikið eldra. En svo líka við að fara á svona kryddmarkaði að þá detti ég inn á hluti sem að ég hef aldrei séð áður, eins og hérna er svört kardamóna. Svört? Já, og þetta er alveg. Og og ég... Nei, það er svona reykt. Já. Og ég er búinn að vera áhugamaður krydd alla tíð og það eru 3 ný krydd í þessari ferð sem ég hef aldrei séð áður. Þannig að þetta eru bara jólin fyrir mér að lenda inn á svona markaði. Geta farið í svona stóra kryddmarkað, því þetta er svo góð lykt, ég get ekki hægt að þefa. Ég veit það, þetta er algjörlega geggjað. Ég hef búinn að sýna þér á kardamóna og svo þennan pipar sem ég hafði ekki séð áður. Hann er hérna... Og þú ert að kaupa þetta í svona, þetta er bara piparinn hérna, þú veist, þú ert bara með pipar. Já, og þú finnur bara lyktin af þessum mulda og þetta er munurinn til að mynda, ég nota næstu í eingangorðið í dag svartan pipar. Þetta er svo góð lykt, ég get ekki. Ég nota að því að hvítu pipar er sterkari en svartu pipar er bragð meiri og ég vil fá bragð meiri mat. Þannig að ég greini alveg á milli hvort að maturinn er sterkur og hreinlega lamar í bragðlaukana eða hvort hann er bragðmikill og er endalaust að fylla munnin af nýju bragði. Og fólk stundum fattar ekki munin þarna, þetta er bara sterkt og fær sér svo bara vasklas og þá ertu búin að hreinsa bragðlaukana og byrjar upp á nýtt með hverri skeið. Í staðinn fyrir að sleppa vatninu, fyrstu 2-3 munnbitina, þá ertu farin að njóta miklu meira bragðsins. Ég er ekki fyrir sterkra mat en ég elska bragðmikinn mat og nota mikið af kryddum en ekki til þess að gera sterkara, alls ekki. Hérna erum við með krydd múska sem við kaupum út í búð, sem er alveg ágætis vara. En ef þú lyktar og finnur munin, að þá er þetta bara ekki lykt. Þetta er ferskt sem ég var að koma heim og þetta er ekki lélegt krydd. En það er bara ekki lykt að gera. Það er bara svo allt öðruvísi hérna er þetta bara alveg sprengir einhvern veginn. Já, það er bara alveg rosalega munur. Maður sér nú líka sko litarmun og svona. Já, því ég veit að þetta hér er ekkert mjög gamalt krydd, en ég veit ekkert aldurinn á þessu. Þetta getur alveg verið 3, 4, 5 mánuðum eldra.
bara út af flutning og öðru og svo hlýtur að vinna gegn því að vera geymt malað lengi, staðan fyrir að þú geymir þetta sem hnetu, þú veist eins og múskatið ég kaup alltaf hnetu, þess vegna á ég svona græðu, ég bara fæ ekki alltaf hnetur hérna fyrir vestan, en það ágætis búðir í Reykjavík sem að selja múskatnetur. Er fólk yfirleitt að átta sig á hvaðan krydd kemur og þú veist eins og bara þetta pipar, þú veist þetta er einn tegund af pipar. Hverjum datt í huga að nota svona, að mylja niður hluti til þess að krydda? Þetta er náttúrulega sko vagga þessara ræktunar meðal annars á hvað heitir Arabíuskaganum og Indlandi og ég fór ekkert suður fyrir Mumbai ef ég finn sunnar í Góa og Kerala og þar þeir að borða sterkari mat, þeir eru með kókosoljur og sterkari mat og nota mikið meira af kryddum. En sko nú erum við að tala eitt er sko indversku matur og alveg þessi krydd í því. Þú ert að nota þetta bara í venjulegan mat. Áður og komst þá ég að undirbúa fyrir Guðjóni Bjarnaröpp, hann að fara að opna veitingahús. Og sauð svið sem ég ætlum að vera með á matseðli þar og ætla að leyfa þér að smakka á eftir sem alveg böðuð í kryddum sem við erum ekkert vön. Einmitt, við sjóðum þetta bara alveg beint. Já, með salt og pipar, búntur og basta. En eina sem ég setti, ég set vissulega salt og pipar, en náttúrulega stjörnuanís og leyfar að finna lykt af stjörnuanís. Já, fullt af alls konar kryddum aukalega, það er algjörlega ný nálgun. Þetta er svo gott. Ég til dæmis til að mynda hef ekki lagað venjuleg slátur í nokkuð mörg ár. Hvernig gerur þú? Blóðmör er chili, kóríander og hvítlaukur. Setur það í? Já. Í blönduna? Og lifrarpylsan, blóðberg og hvítlaukur. Það er geggjað. Ég bara laga ekki venjuleg slátur lengur. Og hvernig hefur þú búið fólki mat í þetta? Ert þú einn eða kann fólki yfirleitt með þetta? Þetta byrjaði fyrir nokkrum árum og þá fóru kennarar í Fjölbraut fóru til Skotlands. Og venn inn Róm að þá haga ég með þannig að það var náttúrulega haggis og þeir sem er skoska lifrarpylsan já, og ég meina þeir eru með lifur, nýru og hjörtu í haggis og þeir nota krydd og þeir voru fátækir af kryddum eins og við framan af að við vorum eiginlega bara með salt og pipar framundir, ég veit ekki hvað, 1300-1400 eitthvað svoleiðis að við förum að fá eitthvað meira af kryddum. En þeir í dag eru búin að bæta þessu inn í sína flóru þannig að haggis er bara bragðgóður matur þó ég er ekki hrifinn af nýrum til að mynda en þeir eru með nýru og lifur í haggis og þetta er bara bragðgóður matur þannig að þegar ég kom heim þá gerði ég haggis og gerði síðan blóðmör og lifrarpylsu samkvæmt mínum pælingum og kryddum og svo bauð ég öllum kennurunum í mat og til vara lagaði ég indverskan potrétt. Hann var allur eftir. Hitt kláraðist allt. Þannig að þeim líkaði þetta mjög vel. Uppáhaldið mitt sem er svartur pipar. Venjulegu svartur pipar. Já, það er þessi klassíski. Þetta er venjulegu svartur pipar. Ekki sérstaklega mikið lykt á hana. Samt þessi bara svona eins og maður þekkir sko. Já. Hérna erum við með pipar sem heitir Terry Cherry. Já, hér er allt öðru segli. Já. En nú ertu að rista pipar. Já. Er það ekki skrítið eitthvað? Eru margir sem rista pipar? Nei, það er bara mjög algengt í bæði indverskri og tælenskri matargerð að hita kryddið aðeins á þurri pönnu til þess að þá nærðu fram meira bragði úr kryddunum. Ég hef aldrei heyrt það til dæmis eitthvað. Eru við nokkuð framalega í kryddmenningu? Sko við erum komnir með það mikla flóru af mjög vel menntuðum matreiðslumönnum sem eru búin að fara út um allt og eru búin að koma heim með mikið af nýjum upplýsingum og kryddum og til dæmis eins og ávöxtum rótum og öllum fjandanum sem við bara þekktum ekkert áður.
Vá, ég vildi geti, já ég fann hann alveg hingað, ég vildi geti skila lyktinni. Og hún bara springur út. Þetta er magna.